Sæll, Anton. Sæll. Ég Sigurður. Sigurjón, hver ert þú? Sigurður G. Tómasson, íslensku nemi. Manstu ekki ég talaði við þig í síman? Ég að vinna ritgerðum saman burðarmálvísindi. Ég að fjalla þróun talmáls í nútíma samfélagi, manstu það ekki? Þróun, hvað áttu við? Hvernig þið töluðuð í sveitinni í gamla daga? Já, Sigurjón, þú talaði við mig í síman. Sigurður, já, það var ég. Já, ég man eftir því. Já, þú sagði mér að þarna upp í Norðurafdal hefði talmál verið ólíkt því sem að annars það tíðkaðist. Já, það var það. Já. Þegar ég flutti á mölina þá ungur maður, þá átti ég í fyrstu erfitt með að skilja borgarbúana. Já, nú hefur þú búið í Reykjavík síðan þá, eða hvað? Já, síðan 34, sko. Já. Ég er fættur og alinn upp á Kalastöðum í Norðurafdal. Já. Þetta var ég búinn að segja þér, Sigurjón. Já, Sigurður. Hvernig töluðu þið ólíkt öðrum? Já, það voru bara önnur orð sem við notuðum yfir eitt og annað. Já, getur þú nefnt með dæmi? Fyrirgeðu, ég er með segulband. Ég ætla að fá að hljóðrita samtalið okkar. Ertu með hvað? Segulbandstæki? Já, þú ert með svona kassettutæki. Ætlar að taka þetta upp á kassettu sem við segjum. Já, núna, já. Já, gerðu það bara, það er allt í lagi. Manst þú eftir því að einhver orð eða orðasambönd úr þínum uppvexti sem þóttu framandleg annar staðar en voru algengi í þinni sveit? Já, ekki getið neitt að því. Til dæmis man ég að eldavél var á mínu heimili kölluð spís. Spís? Já, og eldhúsið líka, eldhúsið var kallað hjökk. Hjökk? Já, ég sagði það, hjökk var það kallað. Hvað með dagleg störf? Voru notuð önnur orð þar líka? Jú, mikið róskup. Að kasta af sér vatni til dæmis, það var að kissa. Að kissa? Já. Býtu allir það ekki misskilningi? Nei, það gerir það ekki, að því að kissa það var að mússa. Mússa, já. Já. Nú og kúka, það var kallað að bæsa. Bæsa? Já. Heyrðu, bæsa, kissa, mússa. Já. Hvað sagður líka? Spís og hjökk. Sagður það ekki? Jú, ég sagði það. Heyrðu, ég kannast nú við þetta. Þetta er sænska. Ha? Þetta eru sænsk orðin yfir þessu orð. Spissen står í hjökkett. Eldavélin í eldhúsinu. Þetta, hvað segirðu? Sænska. Ég hef nú búið í Svíþjóð, þetta er bara sænska sem þú átt að segja frá. Nei, þetta er nú eins og var talað á mínu bernsku heimili. Hvernig er það? Varst þú alveg upp að einhverjum helvíti Svíum? Svíum? Nei, ég ólst upp hjá foreldrum mínum að Kalastöðum í Norðurafdal, Sigurjón minn. Ég heiti Sigurður. Ólstu upp hjá foreldrum þínum, segirðu? Já, ég sagði það, Sigurjón. Sigurður. Hvað hétu foreldrar þínir? Þau hétu nú Erik og Lillemúr Blómkvist. Erik og Lillemúr Blómkvist? Já. Já, og þú heitir Anton? Já, Anton Blómkvist. Hefði þér ekki verið í lófalægið að sjá að þau voru sænsk? Heita Erik og Lillemúr? Hvaða fíblest þú eiginlega? Hvað ert að reyna að segja mér að foreldrar mínir hafi verið einhverjir anskotar Svíar? Þeir töluðu fucking sænsku við þig, barnið, hvað heldur? Já, þetta er líklega rétt hjá þér, ég sé það núna. Þú reyna að segja mér að síðan 1934 þegar þú fórst að búa meðal manna hefur ekki áttaði á þessu? Já, veistu, Sigurjón. Sigurður! Sigurjón, ég hef bara ekki áttið með á þessu fyrir núna. Lillemúr Blómkvist, þetta er náttúrulega sænsnafn, já. Mamma! Meira anskotan Svía fíblið maður. Já, ég er Svíi. Er eitthvað að því? Þá verð ég að játa það fyrir þér að ég er ekki Sigurður G. Tómasson íslensku nemi. Nú? Ég er Sigurður G. Tómasson morðingi og ég hef verið ráðinn af Svíavarnanefnd til að taka þig að lífi. Já, ég er svo gamall. Já, ég get ekki verið að taka neitt til þess. Ég verð að vinna fyrir kaupinu mínu, eins og aðrir. Hæ? Já, þá. Best að taka upp þessa sprautu með eitri og sprautaði með henni í handleikinn. Þangað til þú blána allur upp og ferða fróðufella og hringsnýst allt herbyggið utan í borð og mublur og mölvar allt þannig að það heyrist brak og brestir og klirr og dettur loksins og deyrð á gólfinu.